Komið sæl, kæru ljón. Þá komið að lestri sem á að snúast samband eða samskipti, tveggja einstaklinga. Þið ákveðið bara hvaða samband þið að spyrja og ég tek spilin og les það sem ég sé. Og þetta getur verið ástarsamband, þetta getur verið vinarsamband, vinnufélagar, hvar sem er. Og þið munið að það í raun og veru orkan sem ég les en ekki kynjahlutverk eða eitthvað slíkt. Heyrðu, þá byrjum við bara. Og við byrjum á því að skoða orkuna í sambandinu. Hver er aðal orkan í þessu sambandi? Aðal orka þessa sambands virðist vera jákvæð og gefandi. Og báðir aðilar virðast vera ánægðir með sína stöðu. Þannig að þetta er jákvætt samband byggt á sameiginlegum óskum, sameiginlegri ánægju, og hvað sem að annað kemur í ljós, að þá er þetta allavega svona megin þemað í sambandinu. Síðan er það samskiptin. Samskipti sambandsins eru mjög fjölbreytt. Það getur verið að báðir aðilar hafi samskipti við mikið af fólki, sitt í hvoru lagi. Það getur líka verið að þið eigi marga sameiginlega vini eða kunningja. Og þessi samskipti eru opin og gefandi og það er vilji hérna til að skoða ýmsa möguleika þannig að annar aðilinn er ekki að loka á hinn í samskiptum. Og það virðist vera eins og báðir aðilar hafi gaman af að ræða allt á milli himins og jarðar. Þetta er þannig orka hérna. Og það er af ýmsu að taka. Það eru bæði jarðbundin mál, andleg mál, kvikmyndir og tónlist kemur sterkt upp hérna. Ferðalög og svona ýmiss konar afbrigði í hvað varðar mannlegt eðli. Þannig að þið virðist hafa gaman af ýmsu að ræða ykkur á milli. Ok. Styrkleikar sambandsins. Já. Styrkleikar sambandsins virðast vera að þið hafið gengið í gegnum ýmsa erfiðleika og raunir. Það geta hafa verið erfið samskipti við aðra, það getur verið sorg ýmiss konar, ef til vill eigið svipaða reynslu að baki, varðandi sambönd eða samskipti, eins og það getur verið skilnaðir ef við erum að tala hérna ástarsamband. Þannig að styrkleikarnir felast í því og sem þýðir bara að ykkur hefur tekist að vinna úr þannig málum vel og að það hefur styrkt ykkur sem persónur og sem sambandsaðila. Þannig að fyrir vikið eru þið
þroskaðri einstaklingar heldur en þeir voru áður. Ok, veikleikar sambandsins. Og það nokkuð sem að stundum getur haft neikvæð áhrif. Veikleikarnir snúast ef til vill annar aðilinn svolítið ráðandi yfir hinum. Það getur verið svona í daglegum samskiptum eða varðandi það að eiga oftar frumkvæði að hlutum og hafa oftar svona ráða meira bara hvað gert, skulum við segja. Já, svona í gæsalöppum að annar aðilinn frekar en hinn. Þetta getur líka verið að veikleikarnir ykkar liggi í samtali, sem sagt munnlegum samskiptum, að tala saman, að segja hlutina skýrt, að segja sannleikann í staðinn fyrir að fara í kringum hlutina. Vegna þess að í þessu spili felst bæði skýrileiki og sannleikur. Þetta veikleikinn ykkar og bara skilaboð til að taka til athugunar. Að tala meira saman eða tala skýrar saman, að tjá sig betur. Ætlast ekki til að hinn aðilinn lesi hugsanir. Ok. Og þá það hvernig þetta samband, þessir aðilar líta út frá öðrum séð. Hvernig aðrir sjá ykkur. Aðrir sjá þetta samband sem svolítið jarðbundið. Að báðir aðilar séu mjög vinnusamir, að báðir aðilar séu tilbúnir að læra og alltaf að bæta við sig þekkingu. Þetta líka það að aðrir sjá ykkur sem að þið vinnið vel saman og þið kannski sýnið ekki mikið út á við alla hluta af ykkar samskiptum eða sambandi, heldur þetta bara svona þessi jarðbundnu hluti sem að aðrir sjá, það að segja það sem varðar kannski heimili eða vinnu eða það sem tengist því. En það styrkur í þessu spili, þannig að aðrir sjá ykkur sem sterkt par eða sterkar samvinnu aðila, skulum við segja. Og að þið séuð bæði eða báðir aðilar séu að vanda sig við að hafa sambandið á góðum nótum. Ok. Þá komið að því sem drífur sambandið áfram, ástríðurnar í sambandinu. Jaha. Það gæti skort aðeins upp á slíkt. Það eitthvað sem vantar í þetta samband. Það ástríður. Þetta virðist vera mjög vinnutengt samband og þó að það séu tilfinningar hérna, þá hef ég á tilfinningunni að skorti svolítið að þið tengist saman í gegnum tilfinningar. Þið tengist saman á huglægum nótum
og jarðbundnum nótum. Já, þannig að það eitthvað sem maður þarf að huga að. Það sem drífur sambandið áfram í raun og veru svolítið veikleiki líka, því að þar vantar ástríður. Ok, en það getur verið tímabundið. Ef að þessi tenging sem sýnd hérna á þessari mynd, ef að hún lýsandi fyrir sambandið ykkar, þá myndi ég segja að þetta væri meðvirknissamband sem ekki jákvætt, þar sem að annar aðilinn mjög lasburða, skortir þrek og skortir vilja, en hinn aðilinn einhvers konar umönnunaraðili. Þannig að vonandi tekst ykkur að vinna ykkur út úr þessu. Þá það síðasta spilið sem lykillinn að framtíðinni. Lykillinn að framtíðinni fyrir þetta samband, hann felst í stöðugum grunni og uppbyggingu. Að byggja upp, að styrkja stoðirnar, að styrkja grunninn, og að gera það sem gera þarf til að halda sambandinu saman. Þar lykillinn að framtíðinni fólginn. Það smá varnaðarorð varðandi þetta, sem þau að ef að of mikil tími og of mikil orka fer í þessa hluti, þá lítill tími aflögu til að hafa gaman og koma gleði inn í sambandið, sem að mér sýnist vera hlutur sem að skortir svolítið á hérna. Ég ætla að fara aðeins lauslega yfir þetta. Orkan virðist vera mjög jákvæð og fín sem að kom hérna í upphafi. Svo þegar við fórum að greina þetta svolítið, þá kom kannski í ljós að það ákveðnir þættir hérna sem þarf að huga að, og það sem virðist hafa styrkt sambandið ykkar eru erfiðleikar eða sorg. Ef til vill annar aðilinn ennþá svolítið fastur þar á þeim stað og skortir þá getu til að gefa hinum aðilanum af sjálfum sér. Það annað að það virðist vera ákveðið ójafnvægi hérna varðandi samskipti, og það að annar aðilinn sé svolítið ráðandi yfir hinum, sem skapar ákveðið ójafnvægi. En báðir aðilar virðast hins vegar mjög ákveðnir í að vinna að öllum svona þessum jarðbundnu þáttum hvað varðar sambandið. Ef til vill á kostnað einhvers annars. Þegar að vinnusemin tekur kannski yfir frá ástríðunum. Erfitt að þýða þetta orð passion á ensku, en jú, það eru ástríður. Það í raun og veru þessi neisti sem innan með okkur sem að heldur okkur gangandi og drífur okkur áfram. Þannig að ef til vill báðir eða annar aðilinn að
setja orkunu sína of mikið í ákveðna þætti, eins og til dæmis vinnu, á kostnað þess að hafa orku fyrir eitthvað annað í staðinn á móti. Ok, þá þakka ég fyrir mig, kæru ljón. Ljós og kærleikur til ykkar.